Hæ, þið eru stödd í götunni minni núna og þetta er bara svona smá intro. Það er verið að reykja hass hérna hliðina á húsinu mínu, þannig það er frekar vandlíkt. Já, ég ætlaði bara að gera svona smá intro, eins og ég sagði, formúluna sem að ég veit að þið vitið örugglega flest öll hvað er. En já, sem sagt, formúlan er bílakeppni. Þetta er svona frekar ósvipuð, hún er frekar ósvipuð öðrum bílakeppnum, til dæmis af því að það eru spes bíla þarna og þeir fara mjög hratt og það, já, þetta er svolítið öðruvísi. Þannig já, við skulum bara byrja þetta. Roll the intro. Við ætlum að tala hvenær Formúlan 1 byrjaði. Sem sagt, árið 1946 voru nokkrir ríkikallar í Bretlandi sem höfðu mikinn bílaáhuga og vildu stofna einhver svona keppni. Þetta var náttúrulega heimsstyrjöld og það var allt í rúst og þetta var náttúrulega ekki hægt á þessum tíma nema náttúrulega bara bíða þangað til að stríðið búið. Þannig já, þeir stofnuðu einhvern svona klúbb, eitthvað svona formúlu, rosa spennandi, eitthvað svona fyrir ríkt og feitt fólk. Já, svo árið 1950 þá got það loksins haldið fyrstu keppnina, formúlukeppnina. Og ég get bara sagt ykkur, það voru engin öryggisatriði. Þú veist, það var kannski eitt belti eitthvað til að halda, en þú veist, ef þú klestir á, þá ertu að fara að deyja. Þú veist, þetta var dangerous, skilur. Og bílarnir fóru ógeðslega hratt, þannig, já, þetta var svona, það er ástæða fyrir því að þetta er búið að breytast mjög mikið. Það hefur fólk dáið í þessari keppni, því miður. Það sem sagt hefur komið fyrir eitt hræðilegt slys árið 1961 sem gerist á Ítalíu þar sem að það var ökumaður sem að keyrði í, þú veist, hann krassaði og lenti í stúkunni og það dó fullt af fólki sem að var að horfa á keppnina og hann dó líka, sem er örugglega eitt af hræðilegustu slysum sem hefur komið fyrir í formúlunni bara hingað til. En auðvitað er mjög ólíklegt að þetta gerist aftur því að það voru, þú veist, nú eru komin öryggisatriði og það eru komin skyldu til að gera alls konar hluti og svo, þú veist, þetta gerist ekki aftur og þannig. En við eigum eftir að tala hver er besti ökumaðurinn í formúlunni. Hann, samkvæmt mér, er Michael Schumacher. Hann var heimsmeistari 7 sinnum, sem er mjög mikið og hann var bara, allir elskuðu hann, allir dýrkuðu hann, en alltaf góða hefur endi. Og árið 2009, það var árið 2014, afsakið með það. Þá var hann að skíða með bróður sínum einhvers staðar í Ölpunum og hann var með svona GoPro myndavél á hjálminu sínum. Hann klesti á tré og GoPro myndavélin fór inn í hausinn á honum. Síðan þá hefur hann bara legið í dái á spítala. Hann getur ekki gert neitt, hann er bara heiladauður í rauninni, sem er mjög sorglegt og við fáum ekki að vita eiginlega neitt hann. Fjölskyldan hans er eiginlega bara alveg búin að blokka alla fjölmiðla. Svona í lokin að formúlan mun halda áfram. Þetta er örugglega stærsta keppnin bara í bílasögunni. Ok, alls ekki. Það eru alveg aðra keppnir jafnast á við þessa sem eru svipað vinsælar og jafn stórar. En fyrir mér er þetta stærsta keppnin